Sóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Komið blessu og sæl, við heilsum hérna sunnan. Og í þessum þætti þá ætlum við að stoppa í Hveragerði, í Gaulverjabæ, Vík og Höfn og svo hér á æskuslóðum fjósakonunnar sem fóru út í heim. En við byrjum á hressilegri morgungöngu með kátu fólki í Hveragerði. Góðan daginn. Góðan daginn, velkomin. Takk innilega fyrir það. Ég eitt af því fyrsta sem ég frétti þegar ég fórum nú svona að skoða Suðurland og það var það að það væri algjörlega geggjað að vera gamall í Hveragerði. Er þetta eitthvað til í þessu? Hér nóg að vera alla daga. Það spilað eftir hádegi í dag, þeir sem það vilja. Það sundleikfimi og útskurður og svo bara endalaust. Það bara stanslaust fjör? Það stanslaust dagskrá hér alla daga. Svo kannski í framhaldi af þessu að þá tímakörf á morgun með það að fyrsti fundur í öldungaráði Hveragerðis. Eftir sveitarstjórnarkosningarnar í vor þá var kosið skipuð í nefnd, 5 mann nefnd, 3 frá eldri borgunum og 2 af pólitísku. Ég var nú kosin hérna inn á pólitík. Já. Og naut góðs að því að vera gamall sveitarstjórnarmaður. En þetta afskaplega skemmtileg spór sem við erum að fara að feta núna, held ég. Sérðu fyrir þér yfirtökur? Já, á bænum. Já, það þá í næstu kosningu, sko. Þegar að öldungarlistin fer fram, sko. Þannig að þetta gæti verið bara væntanlegt framboð? Já, þess vegna. Við höfum verið svo heppin að vera með eiginlega hirðskáld hérna, en hann bara forfallaður. Já. Ég með eina vísu hérna frá honum. Óli, já. Gaman sem á fé falt, frekar skammt mun duga. Gönguferðir út allt, efla sál og huga. Og svo seinni vísaði svona, þramma á móti stinnum, stormi, stoltan vilja ekkert buga, út allt í fínu formi, flestum orðum betur duga. Og þetta okkar motto, sko. Enda á svona. Okkur kemur allt við hérna í Hveragerði, nefi og neflu, sko. Já. Og þannig erum við búin að fá fulltrúa, náttúrulega. Yfir nef. Já, yfir nef. Svoleiðis að það aðallega út að labba og reyna að hreyfa. Og undan, já. Förum Drullusundi. Ég öllu nær. Já. Yfir Hverasvæði. Hérna bara handa við, hérna við. Í Hverasvæði, já. Já, við förum svo ekki áleiðis í Skáldargötunni eða eitthvað í dag. Ég reyna að hitta ykkur á eftir. Já. Og ég ætla aðeins að heyra í mér Hrafnhildi. Ég verð að fá að vita hver galdurinn á bakvið þessa stórkostlegu skemmtun að vera gamall í Hveragerði. Góða ferð, sjáumst á eftir. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Þetta stofnað 1983 og við erum búin að halda upp á 30 ára afmælið. Við vorum heppin að hann Þorlákur Kolbeinsson heitinn á Þura, hann arfleiddi okkur af jörðinni sinni. Við seldum hana og keyptum þetta húsnæði og þetta hefur ofboðslega mikið að segja að geta verið hér. Og hingað eru bara allir velkomnir? Allir velkomnir og fólk sem flytur hingað kemur mikið í félagið. En þetta satt að fólk flytji til Hveragerðis til þess að fá að vera í félaginu? Já, ég er alveg viss það. Þegar fólk flytur hingað þá kemur það strax í félagið. Það er úr svo mörg að velja. Þegar maður byrjar í félaginu, sko, þá var bara pikkaður inn í alla hluti alveg bara strax, sko. Það ekkert verið að tvína á það, sko. Það er brjálað að gera. Brjálað að gera, sko. Ég var tekin inn í kórin, sko, bara strax, sko. Ég hafði aldrei sungið nokkuð skapað. En heldur þú lagi? Já. Mjög góður. Ég hafði ekki hugmyndum ég held í lagi, sko. Fyrir rétt tæpu ári hvatti Landssamband eldri borgara aðildafélög sín til að undirbúa stofnun öldungaráða. Hveragerðingar lét ekki bíða eftir sér og hófust þegar handa í góðri samvinnu við bæjarstjóra og bæjarstjórn.
Öldungaráðið gætir hagsmuna eldri borgara og sér meðal annars að koma ábendingum á framfæri til bæjar yfirvalda milliliðalaust. Það vantar fleiri bekki í bæinn, þess að fólk getur sest niður og hvílt sig þegar í göngutúrum. Og það er líka beðin það að aðstoða fólk við hreins og rennum á húsrennum sem margir eiga erfitt með. Þetta eru tvö lítil mál sem við ætlum að koma á framfæri. Svona félagsskapur, hversu mikils virði er hann þegar maður eldist? Hann er bara ofboðslega mikils virði. Bara að vera ekki að loka sig af heima, einn heima. Hafa svona eitthvað til að stefna að og gera. En hafið einhver tíma til að hugsa svona börn og barnabörn? Nei, ekkert, við gerum það ekki. Og við náttúrulega bara gerðum eins og fyrir okkur var lagt, hlupum drullusundið og hittum við hérna í Skáldagötunni í listamannahverfinu í Hveragerði. Hvernig er búið að ganga? Fínt. Við löpum hérna í görðunum hjá elliheimilinu. Þar er skjól og þar eru stéttar líka heitar og fínt. En við löpum alla þriðjudaga árið í kring nema þessi rauðudagar í almanakinu. Og þetta er aðalega gert fyrir hreyfinguna og við erum öll svo rosalega kátt yfir því. Þið eru svo frískleg og sæt. Hvað er framundan núna þá í dag? Allir uppteknir? Það er línudans hjá sumum og spil hjá einhverjum. Og aðrinn enn ekki neinu. Þeir eru náttúrulega bara að gera. Þannig að þetta er allt saman eins og það á að vera. Já. Morgun er pottsía og leikfimi í sundi. Já, sundvassleikfimi. Bara ástæðaþakkir fyrir að taka svona vel á mót okkur og góða skemmtun og við bara kveðjum héðan úr Skáldagötunni sem að gefur okkur svo sannarlega tilefni til þess að koma hingað aftur því þetta er stórmerkileg gata sem á sér stórmerkilega sögur. Sögu búsetu og höfn má rekja aftur til ársins 1897 og í ráðhúsi Hornfirðinga má finna brot af þessari sögu. Hvar liggja ræturnar, hvernig mótaðist samfélagið og hvað situr eftir í minningunni. Við mæltum okkur móti bæjarstjóran Björn Inga Jónsson í sýningarsalnum. Hér eru við komin í seinni heimsstyrjöldina. Já, hérna er svona smá saga af við lentum í henni og segja því að það kom hérna þýskar sprengjuflugvélar og köstuðu hér sprengjum inn í landi og hérna á fjarskiptastöðu sem var nýlega búið að byggja og ég held að mér minnir að sagan hafi verið þannig að ég held að hún hafi verið rétt, það hafi verið einn dagur sem var búin að vera í notkun þegar þýsku flugvélarnar komu og vörpuðu sprengjum á hana og sagan segir að þarna, ég held að allan að varpa 2 sprengjum en önnur að sprakk ekki og það er með þess að stendur einn í textanum að það sé ekki síður merkilegt að hinn ósprungna sprengja sem varpa var á þýsku vélinni hvílir enn á þeim stað þar sem hún lenti. Og mér skilst að Landhelgisgæslan og aðrir viti hvar hún er, þannig að hún er ekki talin greinilega hættulegri en þetta, hún hvílir þarna þá. Og hver var svo ljóti kallinn í leirunni? Já, sko, leiksvæði hérna á Höfn var ansi oft leiran og það gerist næst ofta að krakkarnir sem týndu skótauginu, stígvélunum eða skónum sem voru í og þegar þau komu heim til að reyna að útskýra fyrir foreldrum hvað það orðið þá var það vondikallinn í leirunni sem hafði tekið skófatnaðinn og sogaði niður, þannig þau voru sannfærð að þeim byggi vondukallarnir undir leirunni. Samgöngumál hafa löngu verið austurskaftfelling hugleikinn og oft á tíðum þurftu menn að leggja mikið á sig til að komast til og frá Reykjavík. Ein af sögunum sem sögð á sýningunni í Ráðhúsinu ber yfirskriftina Það fór framhjá og þar vísað í þá staðreind að Hornafjarðarósinn var oft ófær skipum og ferðbúnir Hornfirðingar máttu horfa á eftir þeim sigla hjá. Persónurnar í þessari sögu dóu þó ekki ráðalausar, heldur leigðu sér bíl og bílstjóra og héldu af stað. Svo byrjar þetta þannig að það þarf að ferja bílinn frá Óslandinu og yfir á Melatalka sem suðurfjörðuna hérna. Klukkan 7:11 menn á stað, þetta eru 11 heila sem fara frá Hornafirði og hérna klukkan 5 í morgun og eru nú konir á Skeiðará. Þannig að þetta var þvílík svaðir fyrir að komast. Þetta er áður en Skeiðarábrúin náttúrulega, allar þessar brýr eru brúar, þannig að það þurfti að fleita bílum yfir eða setja á pramma eða eitthvað svona. Þannig að þetta var meiri átt að ferðalag að komast frá Hornafirði til Reykjavíkur. Þetta hefur verið ótrúlega mikil einangrun hérna. Já, þetta var mikil einangrun. Við búum við alveg í dag, við erum rosa langt frá næstu kjörnum, byggðakjörnum. Þannig að Hornfirðingar hafa og austurskaftfellingar hafa alltaf bara svona verið svolítið
hvað ég segja, sjálfu sér náir með sig og sitt, sko. Og það það sem bara kunna og gera. Svona sér maður, þetta á leiðinu upp, þá maður ekki að fara, sko. Það er byggðum. Og svo fylgist maður með og svo kannski þegar þetta að byrja að fara niður, þá fylgist maður aðeins betur með og svo þegar maður sér þetta áframhaldandi niður, þá getur maður að fara að leggja af stað. Nú hafa allar ár verið brúaðar, sem leysir þó ekki allan vanda. Það þarf nefnilega ekki alltaf fannfergi og ófærar heiðar til að teppa alla umferð. Það snjóar og svo rignir og svo frís og þannig að við erum mjög oft með mikla hálku og svo kemur þessi miklu vindur ofan í það, þannig að já, þetta svona öðruvísi en þetta ákveðin ófærð, enga síður. Og þá eru síða vegagerðarnar og myndavéla vegagerðarnar afskaplega hjálpleg tæki þegar maður að skoða og plana í ferðalögum. Og þið eru líka sérfræðingar í vindhviðum, það ekki? Jú, við þurfum, það eins og ég segi, þegar við undirlendi í Austur-Skaftafellssýslu ekki mikið, þannig að við búum afskaplega nálægt fjöllunum og það þýðir náttúrulega að í norðanáttinni og ýmsum vindáttum erum við með mjög mikla sviftuvinda. Þannig að við verðum að vita hvaða staðir það eru og hvar við megum vona á. Úr ákveðnum áttum. Þetta náttúrulega ekki, það fyrir svolítið eftir í hvaða áttir það eru og við þurfum að þekkja staðinn og vita hvaða vindátt slæm á þessum stað og hinum. Þetta nú sem betur fyrir ekki að þetta sé þannig að þetta var í marga daga, en þetta geta verið einhverju klukkutíma sem maður þarf að færa til ferð ef maður þarf nauðsynlega að fara, en maður getur ekki bara frestað henni og tekið henni í næstu viku þegar það er betra veður. Þannig að þetta er ekki þannig að maður komi til Hafnar og fari svo bara aldrei eftir? Nei, alls ekki. En þetta er nóg að gera á Hornafirði, þannig að það er allt í lagi að vera stoppaður í nokkru klukkutíma, en menn er ekkert fastir hér í marga daga, þetta er ekkert þannig, sko. En það er bara, mann þurfa að huga veðrinu og sviftivindunum, það er rétt. Við þorum eiginlega að leggja höfuðið að veði að við erum ekki eina fólkið sem hefur keyrt fram hjá þessu skilti og velti fyrir sér hverjir voru þessir gaulverjar. Og við erum líka eiginlega alveg vissum að einhver hefur spáð í hvort það sé hugsanlega einhver tenging við Ástrík, Steinrík og hinastrákana. Þetta svona kannski tvær kenningar með þetta. Hann hét Loftur hinn gaulverski sem nam hérna land og bjó hérna uppalega í Gaulverjabæ og var ættaður frá gaulum í Noregi. En svo náttúrulega líka hinn hliðin á þessu að gaul þýðir mýri á norsku og náttúrulega mýrlendi þekkist hérna á þessu svæði, þannig að hugsanlega var það hluti af hvers vegna þetta var upphaflega nefnt þetta, en maður hallast nú flestir að því að við sem kenndir við fyrri heimkynnið þeirra þarna í Noregi sem heitir gaular. Þetta svolítið ólíkt og í Noregi því að það svona ekta norskt fjalllendi og hérna allt miklu brattara heldur en hér á þessu svæði, þannig að þetta hefur verið heilmikil breyting hjá þeim að koma hingað. Þetta svolítið sérstakt landsvæði og kannski dálítið einstakt á Íslandi, hérna í flóanum. Það má eiginlega segja það, sko, hvað eru mikla sléttur og víðlendi, sko, því að eins og þegar við keyrum hringina þá erum við yfirleitt með hérna sjóinn svona við hliðina á veginum, en hérna svona óvenju mikið undirlendi sem við erum hérna stödd á. Nú oft talað að landslag setji mark sitt á fólk. Einkenni gaulverja. Já, það er eitt sem hefur verið nefnt, sko, það er hvað við erum langir til klofsins. Það er mýrlent hérna á köflum, sko, og sumir vilja meina að þetta séu bara þróun tegundanna eins og við sjáum hjá Attinborg á stundum, sko. Menn þurfa að vera svolítið háir til klofsins til að vaða og menn eru svona frekar hávaxnir hérna og fótstórir. Og svo náttúrulega er það vísinin í Ástrík. Það er nú örugglega einhverjir sem hafa staldrað við skiltið og velt fyrir sér þeirri tengingu. Veistu eitthvað það? Já, við erum nú örugglega bara á seinni áratugum mjög mikið spyrtir við hérna frægu Ástrík og félaga, sko. Og hérna, þetta iðulega, maður spurður út í þá, sko, þegar maður segir hvað maður er. Þannig að þú er kannski þreyttur á þessum branda? Nei, maður getur alltaf hlegið að þessu og það er alltaf góð meining á baku því að þeir eru nefnilega í svo miklu uppáhaldi á mörgum, þannig að við njótum bara góðs af því, held ég. En finnur þú einhverja samkennd? Já, ég get nú nefnt bara sem dæmi að við alltaf höfum hraustakappa sem eru hérðan og hérna
Ég get nefnt bræðurna frá Tungu sem að margir kannast við. Það hérna Andrés Guðmundsson og Pétur Íslandsmethafi í kúluvarpi. Þeir eru uppaldir hérna á bænum Tungu, þannig að við höfum reistuminni líka hérna. Þannig í rauninni kemur þetta allt heim og saman þegar þetta er grannt skoðað? Já, það má ég að segja það, já. Geðslagið, ég frétti það að það væri gríðarlegur munur á Gaulverjum og svo til dæmis nágrönnunum hérna í Villingaholtshreppi. Er eitthvað til í því? Já, ég er alveg viss að það sé rétt sko. Við erum miklu rólegri en hérna þeir hafa stundum staðið undir nafni hann upp á Villingaholtinu sko. Þannig að þið eru þessi rólegu yfirveguðu, hreistimennin og þeir eru villingarnir. Já, við ekki bara hafa það þannig. Svona hérðan frá þessum bæjarhól, það hljómar bara ágætlega. Er þetta rétt að Gaulverjar séu svona rólegir og yfirvegaðir og þið séu svona, já, alltaf því bandvitlisir hérna megin? Ég hef nú aldrei heyrt þetta. Ég hef búin að búa hér allavega mín ævi í 70 ár. En hins vegar var þetta talað flóamenn almennt sko, miðað við marga aðra. Þeir væru svona yfirvegaðir og væri ekkert með allt út á öxlum, en væri þá kannski meira svona á bakvið ef á reyndi virkilega. En það heyrði maður stundum sko, en að þessi munur væri milli Gaulverja og Villingaholtshrepps búa gamla sko. Nú tölum við með stolti bara Flóarhrepp náttúrulega og höfum unnið að því, held ég mjög skynsamlega að sameina það. En þetta hef ég nú bara aldrei heyrt í raun og veru. Og samgangur hér og milli þessara sveita hefur allatíð verið afar mikill. Þá eru skemmtanir, ungmennafélagsskemmtanir og Hraungerðishreppurinn líka, sem er inn í Flóarhreppi. Að það voru 3 ungmennafélag, héldu skemmtanir og unga fólki skemmti sér saman og var með íþróttamót á milli og mjög mikill menningarlegur samgangur. Þannig að þessi lýsing á þessari yfirvegun og rólegheitum og þessari stóísku ró, ef við getum sagt svo, það er kannski bara þetta sem að menn kalla flóamennsku eða hvað? Já, allir það ekki bara. Hitt er annað mála að það var stundum gantast á milli sko, að eins og til dæmis hérna í gamla daga, ég man eftir að faðir minn, Sigurjón Kristjánsson, hann var einhvern tímann að lesa fréttareitara Morgunblaðsins í Gaulverjabæjarhreppi sem var Gunnar í Seljatungu, mikill sómamaður og kvartaði yfir erfiðu tíðarfari og það væri lítið búið að heyja. Og þá man ég eftir að faðir minn sagði Seljatungu sjólinn Gunnar, segir erfitt tíðarfar, nýðir höfund náttúrunnar í nauðum standa Gaulverjar. En villingarnir varla kvarta, verð þótt gangi í þetta sinn, vel þeim lýsir vonin bjarta, vinnum með þeim skaparinn. Já, hérna er svona típist mynd hérna, eða skilaboð frá Önnu. Hérna hefur hún sendt frænku sinni í Vestmannaeyjum póstkort til að láta vita af sér. Þarna er hún á höfninni á bryggjunni í Brighton. Þarna er hún komin í upplut á bryggjunni en í Brighton. Og þarna hefur eflaust verið einhver viðburður, stór viðburður úr því hún fann upplutin í töskunni og klæddi sig upp. Að Moldnúpi undir Eyjafjöllum má finna lítið sveitahótel, Hótel Önnu sem að nefnt eftir Sigríði Önnu Jónsdóttur. Annað þessi ólst upp á Moldnúpi á fyrri hluta 20. aldarinnar og sagan hennar er engum öðrum sögum lík. Náfrænka Önnu á og rekur hótelið og þar kynnist maður hinni eini sönnu fjósakonu sem fór út í heim. Ég held að það hafi þótt hún hafi þótt svolítið skrítin og sérstök og hérna, það má kannski segja Önnu, hún var örugglega langt undan sinni samtíð. Það kannski kemur ljós núna, svona smá saman. Sko. Hún skrifar 4 ferðabækur og hún skrifar þær mjög nákvæmlega, þannig að þegar þú lest þær þá er það svona eins og þú getur alveg skref fyrir skref fundið út í borginni það sem hún er að skoða. En þetta gerur hún því að hún sagðist alltaf vera að skrifa fyrir þá sem heima sátu og komist ekki neitt. Þegar Anna fór að nálgast 50 tók útþráin hugunar allan og árið 1947 sigldi hún af stað í sína fyrstu utanlandsferð alein.
Ferðirnar urðu margar, flestar fjármagnaðar með vertíðarvinnu í Vestmannaeyjum og annað þurfti oft að vera bæði klók og útsjónarsöm til að láta draumana rætast. Já, hún leggur sem sagt á staðu frá Íslandi og til New York og ástæða ferðarinnar eða markmiðið það að heimsækja ættingja og vini og frændfólk. Og hún finnur í New York rútumiða fyrir 99 daga og á $99 sem henni þótti náttúrulega alveg kjarakaup. Og á þessu miða fer hún sem sagt frá austurströndinni og alla leið á vesturströndina og tilbaka aftur. Þannig að þetta var heilmikið ferðalag. Þannig að hún flakkar bara nánast öll Bandaríkin í rútu? Já. Og á peysufötum kannski? Já, ég veit það nú ekki. En þau hafa eflaust verið með í töskunni. Þegar ákveðið var að opna sveitahótel á Moldnúpi kom aldrei annað til greina en að kenna það við Önnu og gera sögu hennar skil í leiðinni. Því það var Anna sem opnaði heiminn fyrir Eyju Þóru frænku sinni þegar hún fór með hann í Evrópureisu árið sem hún fermdist. Það var mjög gaman náttúrulega og mikil lífsreynsla fyrir mig á fermingaraldri að fara með fullorðinu konu og eflaust hefur það verið hún sá þar frægi sem að leiddi til minnar atvinnugreinar. Við vorum í rúma 2 mánuði. Ekkert bóka fyrir fram náttúrulega og eins lítið í töskun og hægt var. Og alltaf verið að spara því hennar ferðalög einkenndist að því það var spara við sig í mat og freka farið á söfn. Maturinn gat verið svona auka. En það var náttúrulega mjög erfitt fyrir mig á köflum ég var að stækka og ekki vön svona aðhaldi mat. Ég lagði vel á þessum mánuðum. En samt ykkur sæmilega á þessari ferðalagi? Já, svona oftast. En það var nú hrygt í stóðanum stundum. Það gerði það. En þetta var svolítið skrítið Þú hringdir aldrei heim, við sendum póstkort. Og svo komum við bara haustið með Gullfossi. Anna gaf alls út 7 bækur sem hún seldi, gjarnan með því að ganga hús úr húsi, en fyrstu opinberu skrifinar voru blaðagreinar. Hún lenti í ritdeilum við ýmsa þjóðþekkta menn og gaf ekkert eftir, enda sannfærð að hennar skoðanir ættu jafn mikinn rétt á að heyrast og skoðanir hinna háu herra eins og hún kallaði viðmælendur sína stundum. Og segja má að hún hafi staðið först á sínu og verið trú sinni sannfæringu alla tíð. Já, hún hafði mjög góða tilvitnun sem hún trúði alveg staðfastlega og það var sem hún sagði að amma sín hefði oft notað. Og það var ef að Guð vill láta mann lifa, þá verður hann að leggja mann eitthvað til. Og þetta sannaðist nú oft hjá Önnu þegar hún sá kannski ekki fram á það að vera með aur alla leið eða þurfti að skipta eða eitthvað, þá lagðist henni alltaf eitthvað til. Þannig að hún trúði bara þessu. Ert þú að fara á hestbak? Já. Og á hvaða hest ætlar að fara? Á þig. Já. Og kanntu alveg að fara á hestbak? Já. En hvað segja hestarnir? Já. Hér í Vík hestamannafélagið Sindri sem að meðal annars stendur fyrir frábæru æskulýðsstarfi og árið 2013 þá heiðraði Landssamband hestamanna félagið sérstaklega fyrir framúrskarandi störf. Við ætluðum okkur þetta. Við vildum fá bikarinn, við sáum hann fyrir okkur, við gerðum þetta. Við fórum, það sem alltaf skipti máli þá var að við fórum með 15 manna hóp til Berlínar á heimsmeistaramót og það var svona held ég það kikk sem að þurfti til. En annars starfið mjög öflugt hjá okkur. Við erum að fara í æfingabúðir með krakkana, 15-20 krakkar á hverju ári sem við verðum vegna aðstöðuleysis og svoleiðis hér þá verðum við að fara með krakkana og hestana út á hellu. Ég að setja múlinn á hana og múlinn gerir að hún verði ekki alltaf með opinn munn. Það áreindar á þessum múl á að vera annað band sem hér, en það týndist. Er þetta hesturinn þinn? Nei, mamma á hann og ég að brúka hann fyrir hana. Og hvað felst í því? Hvað ertu að gera? Ég bara að æfa hausinn, hún á við að setja hausinn upp og láta hann að tölta. Hún brokkar svolítið mikið og svolítið bundin.
Og hvað gerir maður til þess að fá hana til að tölta? Maður þarf bara að setjast alveg á rassinn og kunstið við að reyna að láta þau tölta er að reyna kannski að setja hnakkinn svolítið aftari og þá er meir líkur tölti. Eftir svona að við fengum bikarinn þá, þú veist svona, maður auðvitað var svo pírun hræddur að þegar maður væri komið hann í hendur að maður yrði svona eins og sprungið blara, nú er þetta bara komið og búið. En þetta er mjög mikil viðurkenning. Þetta er hann Pegasus. Og átt þú hann? Nei og já. Hann kemur úr Skálakoti en við erum með hann í dálítinn tíma. Og fékkst það bara að lána hann eða? Í leigu. Í hálft ár. Krakkarnir sem hafa virkilega áhuga en eiga ekki hest, að við buðum þeim sem sagt, reiknuðum út bara hvað það myndi kosta á mánuði að vera með hestinn hér og bentum þeim á að það væri sniðugt að hafa samband við hestaleigurnar í kring og fá lánaðan hest og athuga hvort þetta sé eitthvað fyrir þau til þess að svona kynnast þessu og hvort þetta sé eitthvað sem að þau vilja hugsa sér að gera. Hvort er skemmtilegra að fara á hestbak eða moka skít? Bæði. Er það jafn skemmtilegt? En hvað heitir hesturinn þinn? Erró. Og Þokki, hann er bara út í latur og ég fer ekki alveg með það. Hann er bara út í mínu. Þetta reyndar hefur blundað lengi í okkur, mér og Hjördísi sem er með mér í þessu. Við erum báðar svona munaðarleysingjar, köllum okkur munaðarleysingja í hestamennskunni því að foreldrar okkar er ekki í hestamennskunni. Og það er svolítið erfitt þegar maður er krakki að ætla að fara bara í hestamennsku því að þetta er stór pakki, þetta er dýrt og þetta er erfitt og ekkert á færi barna að gera, sko. Það er búið að blunda lengi í okkur að skila tilbaka því sem við nutum góðs að því að við komumst akkurat í þetta hesthús inn á mann sem var hér í Tafningum og fengum þannig að njóta hestamennskunnar og svo náttúrulega þegar við eldumst og erum komnar sjálfar á kafi í þetta þá langar okkur að skila tilbaka. Og hver fær bikarinn 2015? Hestamannafélagið Sindri, aftur. Bless, bless! Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS.